Góðan daginn. Þá er komið að því að fara aðeins yfir fjarkennsluhnappinn, hennar nýja sem er Big Blue Button í Innu, sem gerir okkur kleift að vera með online kennslustundir. Og hnappurinn er staðsettur, sjáu þið, neðst niðri hérna í listanum okkar yfir hvað hægt er að gera. Maður smellir á hann einu sinni og þá opnar hún hérna inn á hérna allar kennslustundir sem ég hef verið með. Og hér er hún komin með tvær, það eru tvær kennslustundir. Það eru báðar með upptökum. Síðasta kennslustund sem ég gerði, að það er ekki búið að opna fyrir upptökurnar þar, fyrir nemendur. Þannig að ef ég myndi vilja gera það núna, að þá smelli ég hér á skoða upptöku og leyfa nemendum að skoða upptökuna. Já, ég ætla að leyfa þeim að skoða og ég ætla að gera loka. Og þá segir hún vistun tókst og þá langar mig að vita hvar þetta kemur og þetta á að koma hérna undir efni. Og það er ekkert hérna undir efni. Allt í lagi. Ég ætla að prófa að skoða það sem nemandi. Og þá koma þær hér, sjáu þið, upptökur úr fjarkennslu koma hér undir sérhnappi fyrir mig í nemendasýninni. Alls ekki í kennarasýninni. Pínu skrítið, mér finnst það allavega, ég hefði viljað sjá þetta líka þannig að ég veit hvað ég er að gera. En ok, það er allavega gott að vita af því. Ef ég ætla nú að bæta við, ég ætla nú ekki bara að vera með þessa gömlu upptökur, heldur ætla ég að vera með aðra kennslustund núna. Þá ætla ég að bæta hérna við kennslustund. Ég gerir dagsetninguna og hvenær þetta á að birtast, hvenær þetta að opna, hvenær þetta að loka. Allt þetta típiska sem er í Innu. Ég get líka valið hérna sjálfkrafa birta fyrir allan hópinn, það gerur sjálfkrafa, eða ég vil bara haka við hérna einhverja ákveðna nemendur. En ég vil hins vegar hafa þetta fyrir allan hópinn. Nú ætla ég að vista og hún leyfir mér ekki að vista. Ástæðan er sú að það verður að vera nafn. Þannig ég gerir bara hérna prufa 65 og þá get ég opnað. Og þá bætir hún hérna við nýrri upptöku og þar er engin myndavél komin fyrir framan af því ég er ekki búin að setja upptöku. Þannig að til þess að opna hana fer ég inn í stækkunarglerið. Ef ég vil breyta einhverjum upplýsingunum sem ég var að setja fram þá get ég gert það hér eða hendinni. Ég hef þessa 3 möguleika að velja. Og ég ætla náttúrulega bara að beint að fara inn í opnana. Sem er bara hreint og beint aðeinslegt. Nú bara opnast hún í rólegheitunum. Tekur smá stund. Hún spyr hvort ég vilji nota mikrofón eða hvort ég ætli bara að hlusta. En ég vil að sjálfsögðu nota mikrofón. Og þá biður hún hljóðpróf. Og ég ger já. You are currently the only person in this conference. Já, ég er bara svo eina sem er hérna á þessari fínu kennslustund. Það er engin nemendur komnir og ég vísu hef enga nemendur til að setja hérna inn. Þannig að ég verð bara ein hérna. Glugginn er svona settur upp í þrennulagi. Það er sem sagt hverjir eru hér og public chat hérna til hliðar og chati kemur þá hér og ég get skrifað í það eitthvað hérna og birta. Sá sem er með fundin eða kennarinn að merki fyrir hann er alltaf ferkantað. Nemendurnir koma hérna fyrir neðan og þeir eru með kringlótt við nöfnin sín. Það er hægt að gefa öðrum tækifæri til að taka yfirfundin eða vera með stjórnandi og það er hérna til hliðar í þessu hérna og ég fer í það á eftir. Nú vil ég ekki hafa kannski svona stóran glugga, þá get ég lokað honum hérna til hliðar að ég get farið, fyrirgefið það er ekki þar, þetta er ef ég ætla bara að vista hérna tjattið eða kópera eða gera eitthvað við það. Ég lokaði hér og þá er ég komið með stærri glugga. Myndin sem kemur hérna upp núna, að hún kemur alltaf upp núna þegar maður opnar og ég reikna með að það sé nú bara með að við erum í COVID. Það er einhver önnur mynd sem hlýtur að koma þegar að það væri ekki. En hún er eiginlega svona svolítið dæmigerð fyrir skjal sem ég væri að sýna. Þetta eru 2 glærur og hún opnast með þessum möguleikum hér að ég get skrifað og gert alls konar hérna get ég sett inn texta, hér get ég gert línu, hring, þríhyrning og svo framvegis og svo get ég skrifað.
bara hreinlega skrifað eitthvað hérna ef ég vil frekar skrifa beint en ekki að nota textabóksið. Textabóksið hins vegar, ef ég nota það, að þá þarf ég fyrst að búa til bóksið. Ég get ekki, hvað er okkur í mig? Ég get bara víst gert það, ég get skrifa hérna eins og ég vil. Og þá er ég búin að setja hérna upp textabóksið. Og svo er það náttúrulega bara litirnir, hvaða lit vil ég hafa á þessu. Ég get tekið tilbaka eitthvað sem ég var að skrifa. Og ég get þurrkað út með að setja á ruslafötuna. Það er síðan ein auðglæra hérna á þessu hér. Og það er ráðlagt að maður sé alltaf með eina auðaglæru eða autt blað ef maður vill teikna eða bæta einhverju við, því það er ekki hægt að bæta því við. Ef ég næ mér, ef ég upplóta einhverju, þá get ég ekki bætt auðu blaðsi þar við. Ég get sérst ekki bætt við núna, einn auka blaðsi. Þannig að ef maður vill hafa þann möguleika að geta verið með autt blað, þá þarf að gera ráð fyrir því í byrjun, áður en maður byrjar. Hér, sá sem blikkar alltaf, sá sem er að tala, það er hérna, og í þess tilfelli er náttúrulega bara ég, því það er engin annar hér, en nemendurnir kæmu hér, þeir myndu raðast hérna upp á líka, en þeir koma ekki í mynd. Ég verð að opna sérstaklega fyrir þá með því að hægri smella á logo eða hvað það heitir hérna myndina og, þetta átti ekki vera svona, þetta var svona. Það er bara tvennt hjá mér, það er bara set status og mute user af því að ég er kennarinn. En ef ég væri nemandi, þá kæmu hérna inn einhverju 4 möguleikar og ég ætla að skjóta hérna inn ljósmynd eftir augnablik og þar sjáu þið hvernig þessi möguleikar koma út og ég verð semst að smella á hvern einasta nemenda og opna fyrir hann að hann megi verið í mynd. Síðan þurfa þau sjálf að merkja við sig hér. Ég gleymi því, þetta er sem sagt hljóðnuminn og ég get mjútað mig. Þetta er Live Audio, whatever, ég veit ekkert hvað þetta er. Og myndavélin, ef ég vil hafa, og hún segir error, getur ekki starta vídeónu og það er pottet af því að ég er að taka þetta upp í öðru setti, þannig að hún leyfir mér ekki að taka upp tvisvar. En hér myndi sem sagt ég opna fyrir að ég sjálf væri í mynd hérna til hliðar og nemendur þurfa sem sagt að gera þetta líka. Þegar við erum búin að opna fyrir þau, þá geta þau gert þetta. Ég get sýnt skjáinn minn með því að fara hér og þá sýnir hún bara allan skjáinn. Ég fatta ekki alveg tilgangi með þessu en þetta er ábyggilega eitthvað afskaplega flott sko. Vegna þess að þetta er ekki skjölin eða kynningin eða kennsluefni sem ég er að sýna. Heldur er þetta bara, sjáu þið, ef ég fer hérna inn í að sýna skjáinn, þá nær hún hérna inn í skjáinn minn og þetta er bara skjáinn minn. Þannig að ég er ekki alveg að skilja af hverju mér ætti að þykja það mjög skemmtilegt. Þannig að ég ætla bara að stoppa það og fara aftur inn í þetta blessaða skjal. Til þess að sýna hins vegar skjal, að þá fer ég hér í plúsin og þar get ég gert þrennt. Ég get gert könnun, einhvers konar spurningakönnun eða eitthvað annað. Ég get náð mér í upload a presentation og ég get verið tilbúin eða sýnt vídeó. Og það er held ég mjög gott að vera búin að ákveða hvert maður ætlar að sækja þetta vegna þess að ég held að nemendur sjáu, og kannski er það vitleys í mér, af því ég hef ekki neina nemendur til að spyrja að því, að þið sjáu hvað ég er að gera núna. Nú er ég semst að ná í kynninguna og ég ætla bara að ná mér hérna í PowerPoint kynningu til að leyfa ykkur að sjá og uploada það, semst ég verð alltaf að klára þetta. Þá nær hún núna fyrir mig í hún er með semst current. Það er þetta COVID-skjal sem er hérna fyrir. En ég vil hafa, þetta er upptakan sem ég ætla að vera með og hér eru glærurnar sem ég ætla að sýna. Ég vil að þeir nemendur geri þetta hér til að byrja með. Nú kannski ætla að hafa eitthvað, ég vil bara gera, ég ætla bara að teikna það. Þetta hér er það sem þið eigið að byrja. Og síðan þegar það er búið, þá farið þið beint í þennan hérna lið. Og ég held áfram með glærukynninguna enn og aftur, bla bla bla, eitthvað hérna, voðalega skemmtilegt. Nú er ég komin á glæru 6 sem er síðasta glæran og nú hefði ég viljað hafa eina auka
eitt autt blað, en ég get ekki bætti við. Og það sem ég var að tala áðan, að gera ráð fyrir einu auðu blaði ef maður vill teikna hérna eða skrifa eitthvað eða gera eitthvað sem maður vill bæta við. Maður þurrkar út á ruslafötunni. Þá tekur hún út allt sem í skjalinu. Þetta tekur það síðasta tilbaka og svo það náttúrulega liturinn bara á annað. Og hér get ég sett á multi-user og þá leyfi ég nemendum líka að skrifa. Og þá kemur alltaf sjáiði nafnið á þeim sem að skrifa. Nú þetta bara ég, að því ég náttúrulega svo eina sem hér. Leiðu ykkur nemandi væri hérna líka, að þá kæmi nafnið hans leiðu hann að skrifa. Þannig ég sé alltaf hver að gera hvað. Og út með það, ef ég vil taka upp, þá það þessi hnappur hér. Start recording. Já, var það ekki það sem... Nei, það var ekki það sem ég ætlaði að gera þaðan. Hérna. Hún segir núna að þetta sé að í upptöku. Það bara glæsilegt. Og ég læti hann bara taka hérna nokkrar sekundur af því. Og svo nenni ég ekki að gera það lengur, eða ég er búin með tíman, það er ekki spurninginu nennu. Og nú vil ég bara pása. Og ég segi já, ég get byrjað aftur. Ef ég vil taka aftur upp eftir smástund. Nú er ég kannski bara með eitthvað umræður eða eitthvað sem ég vil ekki taka upp. Þetta er ekki bein kennsla og mér finnst þetta ekki alveg koma málinu við. Og þá fer ég síðan aftur þegar ég er tilbúin, þá fer ég aftur í resume recording. Hér voru sem sagt actions, hvað ég get gert. Hér enda ég. Ég get gert þetta full screen. Hér eru einhverjar stillingar sem ég get sett og hjálparhnapparnir. Og svo get ég end meeting og logout. Og ég gerir bara end meeting af því ég ætla bara að klára og ég vil allir hætti á sama tíma og ég. Og ok, hún segir hérna þér er óhætt að loka þessum glugga, frábært, ég bara burtu með það. Þá erum við komin hingað. Hún er búin að gera hérna fyrir mig nýja kennslustund og það er ekki komin upptaka því það tekur smá stund fyrir upptökuna að birtast. Og það segja þér eftir stærð og bara tengingarhraða og bara ýmsu svoleiðis eftir hvað þetta tekur langan tíma. Upptökur hjá mér hafa allar komið innan klukkutíma. Þær hafa komið eftir svona 20, 25, 30 mínútur, en þær eru líka mjög stuttar. Lengsta er 20 mínútur. Þannig að ef þær eru mjög langar, þá væntanlega tekur lengri tíma að fyrir þær að birtast. Svo kemur hitt bara smátt og smátt, en ég ráðlegg ykkur samt að byrja á því að gera pröfuupptökur, bara pröfukennslustund. Þó það sé engin nemendur, bara til þess að finna hvernig þetta virkar og annað. Því það er svolítið erfitt að byrja á því og vera alveg út að aka þegar nemendur birtast. Eins og ég gerði 3 þannig kennslustundir sem voru pínuskrýtnar. En ég var búin að vísu vara nemendur við áður, þannig að þau voru almennilega og notalega við mig. Þannig að nú er bara að pröfa þetta. Gangi ykkur vel.